Hér er þá fyrirlestur fyrir efni næstu viku sem eru varmamælingar eða kalórimetri, kafli 5.5 í kennslubók og það er sem sagt kafli sem förum í þá eða efni næstu viku. Þannig að ég tek fyrirlesturinn upp og svo er ég búin að setja dæmablað merkt 5.5 inn á innu. Nú þetta tengist því að ef við erum með ákveðið efni eins og til dæmis við gætum verið með vatn og við gætum verið með járn, að ef við setjum ákveðin varma inn í til dæmis járnklump, erum sem sagt að hita hann upp og sama varma inn í vatn, þá er það ekkert endilega sama hitastigið sem að vatnið myndi hitna eins og járnið. Og það er í rauninni eitthvað sem kallast varmarýmd sem að stýrir því hversu mismikinn varma þarf ef að við viljum hita til dæmis vatn 10 gráður og járn 10 gráður. Hversu mikinn varma þarf til þess að hita upp 10 gráður og það er ekkert sami varminn. Heldur er það háð þessu þessari svokölluðu varmarýmd sem að skipti síðan í mólarvarmarýmd og eðlisvarma eða molar heat capacity og specific heat. Og þetta er það sem við komum til með að fylgjast mest með eða skoða mest. En þetta er sem sagt bara hversu mikill varmi, svona almennt, mikinn varma, og þá erum við að tala Q, þarf til að hita efni 1 gráðu Celsius eða sem er nákvæmlega sama 1 Kelvin. Og langar við þá aðeins svona bara rétt í sambandi við Kelvingráður, að ef að við erum með skalan gráður og Celsius annars vegar og skalan Kelvin hins vegar, ef við byrjum í 0 gráðum og förum upp í 25 gráður, þá erum við að fara á Kelvinskálanum frá 273 Kelvin í 298 Kelvin. En það er mikilvægt að athuga það að hitastigspilið er bara 25 mínus 0 eða er sama sem 25 gráður á Celsius. Hitastigspilið hér er 298 mínus 273 sem er sama 25 Kelvin og þetta er nákvæmlega sama hitastigspilið. Þannig að eina hætta sem ég stundum séð hjá fólki þegar það er að fara á milli Kelvingráða og Celsiusgráða er sem sagt að segja ok, hækkaðu 25 gráður, delta er 25, sem sagt delta T er þetta nú skrifað. Er hitastigspilið, bæta sig við 273 Kelvin. En þá ertu náttúrulega að segja að hitastigspilið sé risastórt. En það er bara 25 Kelvin líka. Þannig að maður bætir því aldrei. Það er meira eins og þið myndu segja að 25 pluss 273 er sama sem 298. 0 pluss 273 er sama sem 298. Þannig að erum við náttúrulega að draga 273 frá 273. Svo að það skiptir ekki máli. Þetta er bara svona smá upprifjun. Síðan erum við með þá þessa mólavarmarýmd, þá er það sem sagt varminn, og þá erum við að tala alltaf Q, sem þarf til að hita 1 mól. Þetta er bara 1,000 eða bara sem sagt mjög nákvæm stærð af efni 1 gráðu á Celsius eða 1 Kelvin og þetta eru bara allar einhver svona absolutt tölur. Eðlisvarmi hins vegar, það sem við notum meira, þá kemur massi í staðinn fyrir mól. Að þá er það
varminn sem þarf til að hita 1,000 og svo framvegis grömm af efni 1 gráðu Celsius eða 1 Kelvin. Og þetta mjög mikið eftir því hvort við erum að tala vatn eða járn eða bara hvaða efni sem Og við getum sagt sem sagt að þekktasti eðlisvarminn hérna fyrir vatn. Það svona það sem við notum mikið af því að við erum mikið að tala sem sagt efnahvörf sem gerast í vatnslausn. Þannig að eðlismassi vatns mjög mikilvægur. Við erum með sem sagt að fyrir jafnan fyrir eðlisvarma sem sagt að CS, það sama sem varmi, deilt með massi og deilt með gráður á Celsius. Eða það sem sagt delta T. Þegar við erum þá að tala að við erum alltaf að tala þetta hitastigsbil sem við erum að hita vatn frá T1 upp í T2. Delta T þá alltaf T2 mínus T1. Þannig að við erum að tala þetta hitastigsbil og eðlisvarminn þá í einingunum joule fyrir varma á grömm fyrir massa á gráður á Celsius eða joule grömm Kelvin. Þannig að þetta eru einingarnar og þær eru algjörlega sambærilegar eins og þetta sem ég talaði áðan hitastigsbilið. Af því við erum að tala bil en ekki svona absolutt gildi 295 eða eitthvað slíkt. Fyrir vatn þá erum við með að eðlisvarmi gefinn sem 4,18 joule á hvert gramm á hverja gráðu á Celsius. Þannig að það þýðir að þarf 4,18 joule varma inn í þetta hérna til þess að hækka 1 gramm af vatni 1 gráðu. Og þetta þetta gilda því þetta háð hitastigi vatnsins, þannig að það þarf ekki sama varma að hita vatn frá 2 gráðum upp í 3 gráður og síðan kannski frá 97 gráðum upp í 98. En þetta var mælt, ég á nú reyndar eftir að kanna hver ástæðan fyrir því að þetta mælt við 14,5 gráður. Þetta sem sagt við 14,5 gráður á Celsius, þá erum við með sem sagt þetta hér 4,18 og þetta hérna, við getum bætt einum aukastaf við hérna, 1,84 joule á massa á gráður á Celsius. En þetta líka skilgreiningin hérna á joule, að 1 kaloría sama sem 4,184, það ekki? Joule. Það sem sagt, þannig kaloría í rauninni skilgreind út frá þessu. En við notum þetta hérna gildi sem eðlisvarma vatns. Það sem sagt getur sagt að þetta hérna CS og komma bara vatn til að fara ekki á milli máli þetta fyrir vatn. Að við notum þetta sem sagt fyrir öll hitastigsbil fyrir vökva, sem sagt H2 og likvid. Svo eitthvað annað fyrir ís og eitthvað annað fyrir gufu. Og þetta eitthvað sem ég býst við að þið gætu nú lært utan að fyrr en seinna. En út frá þessari jöfnu eða einingu, þá kemur jafna sem að við notum mjög mikið í næstu útreikningum eða næstu dæmum sem við gerum. Og það einfaldlega það að varmi sama sem eðlisvarmi sinnum massi sinnum delta T. Og hérna erum við þá með eðlisvarman eins og framkom áður í joule á grömm og gráður á Celsius. Ég ætla bara að halda mig við það þó Kelvin sé líka. Massi mældur í grömmum. Delta T sem sagt T2, T1, þetta þýðir sem sagt
T lokahitastig mínus T upphafshitastig. Þannig að delta T getur verið mínustala ef við erum að lækka hita, þá náttúrulega kemur mínustala út. Og Q náttúrulega bara varmi og það var með eininguna joule. Þetta komum við til að nota mikið þegar við erum með einhver efni uppleyst í vatni og þau eru að hvarfast, þá getum við mælt hitastigsbreytinguna, við vitum massan, við notum yfirleitt eðlismassa vatns og þá getum við reiknað út hversu mikill varmi fer út í lausnina. En þá erum við nú alla jafna með það að varmir sem að lausnin fær, það er umhverfið, það er varmir sem að hvarfið gefur frá sér. Þannig að þetta skiptir miklu máli líka í tilraunum sem við gerum eftir áramót. Ég ætla að taka núna þá sýnidæmi 5.5. Sýnidæmi 5.5 hérna í bókinni. Hér erum við með hversu mikinn varma þarf til þess að hita 200 grömm af vatni. Hversu mikinn varma þarf til að hita, og þetta voru 250 grömm af vatni. Og það er úr 22 gráðum og það er sem sagt það bil herbergishiti í 98 gráður. 98 gráður á Celsius. Og við erum með 250 grömm. Þetta var A-liður og svo er spurt í B-lið hversu mikill, hver er mól, hvað var það mól varmarýmd, eða mólar varmarýmd fyrir vatn. En þetta erum við þá fyrst, það er verið að spyrja hvert er Q og við erum með vatn, þannig að við erum með eðlisvarman að hann er 4,18 joule á gráður á Celsius. Og við erum með delta T, við erum getur sagt að T1 er sama sem 22 gráður á Celsius, T2 er sama sem 98 gráður á Celsius, delta T er T2 mínus T1, hitastigsbreytingin sem að kerfið fer í, þarna eykst hitinn, þannig að 98 mínus 22 sem að gefur okkur svo maður fara nú ekki að hugsa neitt, 76 gráður á Celsius og út úr þessum upplýsingum allum kemur eðlisvarmi, massi, delta T, 4,18 joule gráður á Celsius, sinnum massin sem að var, ég glemdi að setja hann hér, massi sem 250 grömm, sinnum og svo erum við með 76 gráður á Celsius. Og út úr þessu kemur 7,9 sinnum 10 í veldinu 4 joule. Og þetta svona yfirleitt, þá förum við yfir í kílósjúl. Þannig að værum við ef við setjum 10 veldinu 3, þá er það 79 kílósjúl. En þarna þegar bara beðið varma þá náttúrulega ráðið því. Og svo er spurt hver er þá eðlis eða öllu heldur hver er þá mólar varmarýmd. Má sjá. Já, hver er mólar varmarýmd fyrir vatn? Það er þá dæmi B.
Við sem sagt segjum að mólar varmarýmd, hún er eins og CS, nema hérna eru einingarnar, eru þá joule og þetta sem sagt mól deilt með hérna delta T, eða við erum með hérna Q deilt með N deilt með delta T og einingarnar myndu þá vera joule, mól og gráður á Celsius. Nú, 1 mól af vatni, þá getum við hugsað sem svo, við vitum það að við erum með 4,18 joule á gramm og gráður á Celsius. Nú ætlum við bara að breyta þessum grömmum í mól og þá vitum við hérna að mólmassi hérna vatns, þetta vera vatns hér, er 16 pluss 2 sem 1,01 eða 18,02 grömm á mól. Þannig að ef við margföldum þessa hérna tölu við 18,02 grömm á mól, þá styttast, ég með rauða litinn hér, þá styttast hér grömm á móti grömmum og við stöndum þá eftir með joule á mól á gráður á Celsius. Og þetta gefur 75,2. 75,2 joule mól gráður á Celsius. Þannig að þetta er stærð sem við notum hérna alla jafna sjaldnar. Ég ætla að taka líka æfingadæmið sem fylgir þessu dæmi, 5,5. Í æfingadæminu er talað að það eru sem sagt hérna steinar sem að safna sólar, sem sagt varma úr sól og í rauninni geyma hitann. Okkur er gefið að hérna eðlisvarmi þessara steina sé 0,82 joule á gramm á Kelvin. Þannig að við erum hérna með æfingadæmi. Og hérna eru þá einhverjir hérna steinar sem að safna sólarljósi, hérna varmageislun frá sól, það er þá Q, og okkur er gefið það að eðlisvarminn hér sé, hvað var það, 0,82 og það er þá joule á gramm á gráður á Celsius, þeir segja Kelvin hér. Og svo kemur hér þá, reiknaðu hérna hversu mikinn varma 50 kílógrömm af þessum steinum gleypa ef að hitastig eykst 12 gráður. Hve mikinn varma absorb eða sem að taka í sig, ég segi hérna bara gleypa, og þá erum við með svo mikið sem 50 kílógrömm af þessum steinum. Ef hérna hitastig þeirra hækkar, og þetta var hér 12 gráður á Celsius, 12,0 gráður á Celsius. Þannig að það sem er verið að gefa okkur hér, við erum alltaf með þessa jöfnu, við erum með hérna eðlisvarman, hann er gefinn, massin er 50 kílógrömm, 50,0 og það er allt í lagi bara að segja að þetta séu 50,0 sinnum þá 10⁻³ grömm. Þetta við viljum breyta kílógrömmum í grömm og kíló stendur fyrir 10⁻³. Og svo erum við með gefið hitastigsbilið. Okkur er gefið sem sagt að hitinn hækkar 12 gráður. Við þurfum ekki að vita T1 og T2.
vitum bara að hitastigshækkunin þessi. Hérna þetta gefið í Kelvin, þannig að það skiptir engu máli, við getum stytt gráður á Celsius á móti Kelvin í þessum dæmum að þetta delta T, en það líka allt í lagi bara annaðhvort að breyta þessu í Kelvin eða þessi gráður í Celsius. En varminn Q, eðlisvarmi, massi, hitastig. Eðlisvarmi hversu mikinn varma þarf til þess að hita 1 gram 1 gráðu og svo náttúrulega erum við að margfalda þá með grömmunum og með gráðunum. Þegar svo erum við með mismikið af því. Þetta vorum við með 0,82. Þannig að þið sjáuð að ef það minni eðlisvarmi, þá þýðir það þarf minni hita til þess að hækka 1 gráðu, heldur en til dæmis fyrir vatn. Hérna erum við með 50,0 sinnum 10 veldinu 3 grömm sinnum 12 og þetta var nú held ég 12,0. Þetta var svona með 3 marktækum sem að velti því nú aðeins fyrir sér. 12,0 Kelvin. Og hérna erum við þá náttúrulega að stytta út grömm á móti grömm, Kelvin á móti Kelvin. Og út úr þessu hérna kemur, ekki nægilega heppilegt hvað sést lítið hérna, 490 kílósjúl. Hérna, ég þá með hérna, ég með 3 marktækastafi. Þannig að það ætti nú að vera 490, nei, hérna erum við bara með 8,2. Þannig að það allt í lagi, 490 eru þá bara 2 marktækir. Og í B, hvaða hitastigsbreyting þyrftu þessir steinar að verða fyrir til þess að þeir gefi frá sér 450 kílósjúl af varma. Þannig að hérna erum við aðeins að snúa dæminu við, hérna í B. Hvaða hitastigsbreyting verður hjá þessum steinum, þá erum við að tala um þessi 50 kílógrömm, ef þeir, og athugið hér að það kemur þess að gefa frá sér eða emit. Og hérna gefin sem sagt 450 kílósjúl af varma. Það sem okkur gefið þá í þessu dæmi við erum með Q, en kerfið að gefa frá sér varma, þannig að nú erum við með mínus 450 kílósjúl. Það eðlilegt að til að hita steinana, þá náttúrulega varma að fara inn í kerfið og þá erum við með plússkildi hér. Ef hins vegar þessir steinar eru núna að gefa frá sér varma, þá erum við komið með eitthvað útvermið og það þá mínusskildi hér á því. Passi ykkur alltaf á þessu þegar það ekki gefið gildið í sjálfu dæminu en það þarf að setja það inn. Við vorum með massan, hann var 50,0 sinnum 10 veldinu 3 grömm. Við vorum með hérna eðlisvarman sem var 0,82 sjúl á grömm á, og nú ætlum ég bara að segja gráður á Celsius. Og það sem við eigum að finna delta T. Og hérna erum við þá að einangra það, færum C og M hérna undir jafnaðarmerkið. Þannig að delta T sama sem Q deilt með eðlisvarmi, deilt með massi, og það þá sama mínus 450 kílósjúl.
Ég ætla að hafa þetta hérna sem joule. Segjum sem sagt 10 veldinu 3. joule. Það rétta einingin fyrir sem maður myndi þá gefa hitastig og það þá joule og einingin á eðlisvarmanum 0,82 joule og hérna erum við með grömm og gráður á Celsius og svo eru hérna 50,0 sem 10 veldinu 3. grömm. Þannig að hérna sjáið það styttast út orkueiningin joule, grömm á móti grömmum, eftir stendur þá gráður á Celsius og þar sem það fyrir neðanstrik, fyrir neðanstrik, þá fer það upp á strik. Og út úr þessu koma 11, það sem sagt -11 sem koma út úr þessu. -11 gráður á Celsius, sem þýðir það að við gætum hafa verið með 35 gráður á Celsius og svo lækkar hitastigið í 24 gráður á Celsius. Og þá maður komið með hérna mínusbil. Já, nóg það. Einhvers staðar hef ég nú sett frá mér reiknivéla sem óþægilegt að hafa ekki, en það verður bara að bjargast. Þetta var þá þetta sýnidæmi og þá erum við komin að þungamiðju kaflans sem eru brennsluvarmamælingar. Og af því að þið getur nú alltaf strokað allt út í þessum YouTube-vídeóum, þá ætla ég bara að stroka þetta út. En þið getur þá stoppað og farið yfir í það sem við köllum bombkalorimeter, ekki bombkalorimeter, það brennsluvarmamælir og við sleppum því, coffee cup kalorimeter. Coffee cup kalorimeter eða frauðplasts glasmæling. Þegar við erum ekki með jafn flott orð á íslensku, frauðplasts glasmæling. Þetta semst undirkafli í þessum kafla 5.5 og í rauninni þá þetta bara örstutt umræða og síðan eitt sýnidæmi. Síðan kemur brennsluvarmamælir eða bombkalorimeter, en við sleppum því, þannig að við förum bara í þetta hér. En þetta eru hins vegar vinsæl prófdæmi, þannig að við förum vel í gegnum þetta. Hér erum við með, ef við byrjaði að segja hvernig þessi tilraun gerð, og þið komið til með að gera svona tilraun í verklegu eftir áramót, þá erum við hérna með frauðplastmál. Og þetta bara eins og þið eru með í maður fær ef maður kaupir annarkvort kaffi út í búð eða shake eða eitthvað slíkt í ísbúð, að þetta úr frauðplasti og svona lítum á þetta sem einangrun. Það sé verið aðeins að einangra kerfið hérna inni. Frauðplast hér. Það sem við gerum að við setjum vatn, eða svona alla jafnast erum við með vatn hérna í. Og það skiptir máli að vatnið með þekktan massa. Einfaldlega að því að við erum í þessum mælingum aðaljafnan að Q, varminn, sama sem, og þá það eðlisvarmi, sinnum massi, sinnum delta T. Og við erum með þekktan massa hérna í þessu glasi af vatni. Síðan erum við með hitamæli hérna ofan í. Og hann náttúrulega til þess að mæla hitastigsbreytinguna sem á sér stað. Síðan það gert að það einhverju efni bætt út í
og við gerum tilraun með það, segjum að við séum að setja út í natriumhydróxíð, fast efni, og við erum byrjuð að mæla, þannig að áður en það kemur út í, erum við með eitthvað ákveðið hitastig, T1, það sem sagt í upphafi. Síðan hendum við út í natriumhydróxíð, auðvitað hefur það eitthvað massa líka. Þannig að við erum með massa natriumhydróxíð og við erum með massa vatnsins. Og það sem við fylgjum svo með það að hitinn í hitamælinum fer kannski úr 20 gráðum og upp í 30 gráður. Svo að hitinn vex. Þannig að við fáum einhvern nýjan hita sem er þá T2 og það er lokahiti. Þetta er sett upphafshiti hér. Það sem að við höfum, og það sem að þetta er efnahvarf, það er sama sem kerfið. Eina sem gerist hér þegar natriumhydróxíð, fast efni, fer í vatn, að það leysist í natrium plus og OH mínus. Og við það að þetta gerist, þá gefur efnahvarfið frá sér varma til umhverfisins. Þannig að það er sem sagt varmi að koma út. Vatnið og sem sagt allt þetta umhverfi kring, við lítum svo á að vatnið eða lausnin sé umhverfið. Sem sagt lausnin er umhverfið, en efnahvarfið er kerfið. Í þessum dæmum þá byrjum við á því að reikna massa lausnarinnar. Ég ætla að skrifa sem sagt, hvernig við reiknum þetta út, hvaða jöfnur við notum. Útreikningar. Og getur sagt sem sagt að markmið þessara tilraunar eða markmið mælinga er að finna hvarfvermi efnahvarfsins í sem sagt og það er sem sagt delta H í kílósjúlum á mól. En út úr þessu, við þurfum sem sagt að nota nokkrar jöfnur og til þess að ná þessari niðurstöðu. Og það er í fyrsta lagi, fyrst þurfum við að finna hitastigið. Við þurfum að mæla það og það er svona aðal niðurstaðan úr mælingunum. Það er T2 mínus T1. Þegar við erum komið með það, þá getum við fundið varman sem að lausnin fær. Sem sagt þetta er varmi. Þetta er ég ætla nú ekki að gera plús hér, heldur bara svona. Þetta er varmi sem að kemur frá efnahvarfinu. Í þessu tilfelli er efnahvarfið að gefa frá sér varma og hitastigið hækkar fyrir vikið. Þannig að þetta er útvarmahvarf sem veldur því að það hitar umhverfið, að því það gefur frá sér orku. Og þess vegna er það næsta sem við reiknum er varmi lausnar. Hvaða varma fær lausnin? Það er þá eðlisvarmi lausnarinnar, sinnum massi lausnarinnar, sinnum hitastigsbilið sem við vorum með hér. Og M er sama sem massi lausnar, ekki bara vatnsins, sem eru þá massi H2O plus massi NaOH. Þannig að þurfum við bæði að taka massan af natriumhydróxíði og massan af vatni, að því það er massin af efnum sem er ofan í. Hins vegar, þegar við erum með vatnslausnir,
þá gerum við þá nálgun að eðlisvarmi lausn er sama og eðlisvarmi vatns. Það er ekki rétt. Það er ekki rétt að vatn plús natríumhýdróxíð sé með sama eðlisvarma eins og bara vatn. En þetta er nálgun sem við gerum allavega í tilraunum bæði í MR og svona oftast í dæmum. En annars er bara tekið fram hver eðlisvarminn er. Þannig að við gerum ráð fyrir því að CS sé sama sem 4,18 joule gram á gráður á Celsius eða Kelvin. Þegar við erum svo búin að finna varma sem að losnar út í lausnina út frá hitastigsbreytingunni, þá getum við fundið hver er það varminn sem að hvarfið gaf frá sér. Það er það sem við höfum áhuga á. Hversu mikið varma gaf það frá sér að natríumhýdróxíð klofni þessar jónir. Það er alltaf sama mínus Q lausn. Lausnin er sem sagt umhverfi. Þannig að við erum ef við fengum plús 100 joule, þá misti hvarfið mínus 100 joule og það er þá varmi sem það gefur frá sér. Og í fjórða lagi þá finnum við delta H. Það er sama og varminn sem að hvarfið gefur frá sér eða tekur til sín ef að hitastigið hefði lækkað, deilt með mól eða N og af þessu tilfelli er það sem sagt natríumhýdróxíð. Þannig að þarf maður að passa sig á því að við notum ekki massa lausnarinnar þegar við finnum að mólina natríumhýdróxíð, heldur notum við bara massan af efninu sem að við setjum út. Og þar með er maður komin með það sem við beðið um. Að finna hvarfið með efnahvarfsins og það er náttúrulega háð því að við vitum hver er massin sem fyrir út í lausnina, hver er massin sem af vatni eða einhverju leysi, hver er massin natríumhýdróxíð, mæla hitastigsbreytinguna, þekkja eðlisvarmann og þá getum við reiknað út þessi dæmi. Venjulega er það þessi röð. Ég ætla að fara í gegnum eitt prófdæmi sem að Már Björgvinsson samdi, þar sem að í rauninni er gefið delta H og við þurfum að reikna akkúrat tilbaka til þess að finna T2 eða T1. Ég man ekki hvort var. Líklega er það T2, það er eflaust gefið upphafshitastigið og það er spurt hvert er lokahitastigið miðað við það að delta H sé þetta. Þannig þá er það bara öfuga leiðin sem er, maður á ekki að láta sér bregða. Þannig að svona eru þessi dæmi og ég ætla þá að taka sýnidæmi 5.7 og svo eru þá dæmi á þessu dæmablaði sem ég setti inn sem eru þá í samræmi við bæði þennan formúla eðlisvarma, ef þau eru bara að skoða, og það er þá þetta fyrra sýnidæmi, 5.6 og síðan dæmi sem er í samræmi við 5.7 sem að er brennsluvarmamælir. Svo mun ég auðvitað fara í gegnum það með ykkur líka. Já, þá er það sýnidæmið og við erum með þetta, ég ætla að halda þessu glasi hér af því það er hvernig þessi tilraun er. Nema erum við ekki við natríumhýdróxíð, þannig ég ætla bara að taka burtu allt þetta dót. Og við erum við frauðpjósplastglas og vatn. Nú, tilraunin, hún er sú, þetta er sýnidæmi. Fimm sjö. Erum við með að við erum með efnahvarf 2 CH, það þyrfti að hafa gleraugu, CH6 N2, þetta er liquid, pluss 5O2 gas gefur 2N2 pluss 2CO2
plus 6 H2O liquid. Og okkur gefið það að 4 grömmum, ég komin í brennsluvarmamæli, þetta orðið eitthvað miklu öflugra hérna allt. Þetta ekki dæmi 5,7 heldur 5,6. Brennsluvarmamælir eða bombkalorimetri, hérna erum við með eitthvað sprengjuefni sem gefur frá sér mikinn hita. En við erum hérna í dæmi 5,6 og hérna erum við nú bara með HCl og natriumhydróxíð. Þannig að við erum með 50 millilítrar af 1 mólar HCl og við erum með 50 millilítra af 1 mólar natriumhydróxíð. Þessu hérna sem sagt smellt út í og venjulega það þannig að við myndum byrja með aðra lausnina og síðan að bæta hinni út í. Þannig að við myndum kannski setja HCl út í, taka hitastigið og þá það T1, hella út í natriumhydróxíðlausninni og þá byrjar efnahvarfið strax. Þegar við erum hérna náttúrulega með efnahvarfið HCl plus natriumhydróxíð myndar natriumklórið plus H2O liquid. Þetta efnahvarfið sem á sér stað. Og við okkur gefið sem sagt 50 millilítrar af þessu, 50 millilítrar af þessu og það gerist að hitastigið fer frá T1 sem sama sem 21 gráða Celsius í T2 sem sama sem 27,5 gráður Celsius. Og við ætlum að reikna núna hver varmarýmdin með tilliti til HCl. Reiknaðu hvarfvermi með tilliti til HCl. Þannig að við erum að tala að reikna delta H fyrir HCl og það náttúrulega þá í einingunni joule eða kilojúl á mól. Mól af HCl. Þannig að mólin af natriumhydróxíði skipta ekki máli. Það sem við eigum hins vegar að gera gerðu ráð fyrir að eðlisvarmi lausnarinnar sé bara eins og fyrir hreint vatn 4,18 joule á grömm á gráður Celsius. Þetta sem sagt CS og að eðlismassi sé D sama sem 1,00 grömm á millilítra. Þetta hérna eðlismassi vatns. Þetta eru þær 2 nálganir sem við gerum oftast að segja að eðlismassi lausnar sem við erum með önnur efni heldur en vatn út í sé sá sami og fyrir vatn og eins að eðlisvarmi sé sá sami og fyrir hreint vatn. Þetta eru vissulega skekkjuvaldar en ef mann ekki gefin eitt annað þá gerum við ráð fyrir þessu. Þannig að í þessu dæmi eigum við að gera alveg eins og þessi röð sem ég sagði áðan. Byrja á því að finna delta T og fara síðan yfir, ég ætla að slökkva á, byrjum á því að finna delta T, það svona fyrsti liðurinn. Delta T sama sem T2 mínus T1 sem sama 27,5 mínus 21,0 og þetta gefur þá 6,5 gráður Celsius. Í öðru lagi
þá þurfum við að finna hérna Q-lausnar sem þá í rauninni hérna allt vatnið og auðvitað hásell og natríumhýdróxíð. En hérna erum við að tala hérna, við erum með í allt 100 millilítra, bætum við 50 + 50 og við vitum að lausnin 1 gramm á millilítra. Þannig að massi lausnar eru bara 100 gramm. Og við skulum setja það hérna fyrir neðan. Fyrst ætla ég að skrifa hér að eðlisvarminn hérna eins og fyrir vatn. Massi lausnar sinnum delta T. Massi það bara sama sem eðlismassi sinnum rúmmál. Við erum í rauninni með hérna 1,00 grömm á millilítra sinnum 100 millilítrar. Þannig að við erum með 100,0 grömm. Þetta hérna, þið getið gengið út frá því án þess að þurfa að vera að reikna neitt út, að þið getið bara breytt einingunum millilítrar yfir í grömm. Þetta bara 1. Þannig að hérna myndum við vera komið með 4,18 joule gráður á Celsius sinnum 100 grömm sinnum þetta delta T sem var 6,5 gráður á Celsius og út úr þessu kemur þá 113,0 kilojúl. Taka þetta hérna í burtu. 113,0 kilojúl. Í bókinni farið beint yfir í það að segja bara að Q fyrir hvarfið sé mínus þetta hér. Í staðan fyrir að taka næsta lið og segja hérna að Q hvarf sama sem mínus Q-lausn, sem sama þá sem mínus 113,0 kilojúl. En auðvitað getum við alveg sagt, í staðan fyrir að Q-lausn sé þessi hér og síðan þetta, þá líka alveg hægt að segja að Q-hvarf sé sama sem mínus CS sinnum M sinnum delta T. Og hoppa beint yfir í það og það bara mjög gott mál að gera það. Þegar við erum komin með hérna sjúlinn, þá þurfum við að taka síðasta liðinn sem þá þetta hvarfvermi delta H. En við ætlum að gera það sem hérna kilojúl á mól af HCl. Og þá spurningin, nú erum við ekki með einhver grömm af HCl, en við erum hins vegar með rúmmál og styrk. Þannig að við höfum alltaf þessa hérna jöfnu að mól sama sem styrkur sinnum rúmmál, sem þá sem sagt 1,0 mól á lítra og svo þetta 50 millilítrar bara 0,0500 lítrar. Þannig að við fáum þá bara 0,0500 mól HCl. Þetta sagt mól HCl. Og þá að lokum að delta H sama sem, og það þá Q hvarf deilt með N HCl, því það spurningin hérna, að hérna reikna hvarfvermi með tilliti til HCl, en ekki natríumhýdróxíðs. Og þá megið ekki gleyma mínusnum, það mínus 113,0 kilojúl deilt með 0,05 mól. Og þetta gaf svo mikið sem mínus 1,30 sinnum 10⁻³ kilojúl á mól. Nei, nú ég farin í vitlaust dæmi, en það ekki það. Heldur fáum við hérna
mínus 2,7 mínus 54 kilosúlamól. Mínus 54 kilosúlamól. Ég hef örugglega verið að taka enn og aftur einhverjar upplýsingar hér úr dæminu á Já, ég er náttúrulega verið að taka einhverjar upplýsingar hérna úr fjárhagsdæminu hér á undan. Þar sem að því að ég er ekki sjálf með mína reiknivél, en ætla verið að nota síma til að reikna út. Sjá, það er 4,18 sinnum 100 sinnum 6,5. Þetta eru, afsakið þetta, 2717 joule sem eru þá 2,72 kilosúl. Þetta myndi vera þá hérna fyrir lausnina. Hérna myndum við þá fá mínus 2,72 kilosúl og þá að lokum erum við með hérna, þetta eru réttu mólin, þannig að hérna myndum við vera með mínus 2,72 kilosúl deilt með 0,05 og aftur fer ég hér, 2,72 deilt með 0,05 og þetta gefur þá mínus 54,4 kilosúl á mól. Það er allavega rétt miðað við hérna sýnidæmi 5,6. Ég var komin yfir í brennsluvarma dæmið aftur, það liggur eitthvað svo beint við á blaðsíðunni. Já, ok. Og má ég sjá, sýnidæmi, við erum komin 52 mínútur, það ætti nú að vera í lagi. Hérna hefur okkur gefið sýnidæmi það sem eru 50 millilítrar af silfurnýtrati, 0,1 mólar, og 50 millilítrar af HCl, 1 mólar, og þeim er blandað saman og hitastigið fer frá 22,3 upp í 23,11. Reiknað delta H fyrir silfurnýtrat og við gerum ráð fyrir sem sagt að sömu hér, þetta hérna. Þetta dæmi er náttúrulega alveg nákvæmlega eins, en ég mæliði með því við ykkur að hérna, þó að ég reikni það hér, að þið reiknið það þá líka sem sagt fyrir ykkur og fara og reikna í gegnum þessi sýnidæmi. Þannig að þetta hérna er æfingadæmi. Sem sagt, ef að maður er sem sagt, ég ætla bara svona að rifja upp að hérna þegar þið þurfið að finna mól, annarkvort er ykkur gefin massi af efni, þannig að þið finnið að mól er sama sem massi deilt með mólmassi af efninu sem að þið hafið áhuga á, eða þá mól er sama sem styrkur sinnum rúmmál. Þannig að þið eruð annarkvort með eitthvað massa af efni sem að fer út í hvarfið eða eitthvað rúmmál og ákveðin styrk. En þið þurfið alltaf að finna mólin fyrir síðasta liðin, þið finnið delta H. Hérna vorum við þá aftur með 50,0 millilítrar, 0,1 mólar silfurnýtrat og 50 millilítrar og þetta eru við með 0,1 mólar HCl. Þetta er satt mjög svipað dæmi. Og okkur er gefið hérna að hitastigið, sem T1 er 22,30 og það hækkar í T2 sem er þá 23,11 gráður á Celsius. Já, hérna hitastigið, þessi vakning er þá svo er gefið efnahvarfið sjálft sem er þá náttúrulega kerfið AgNO3
plus HCl gefur okkur silfurklórið sem að fellur út. Þetta er þetta torrleysta salt, silfurklórið, plus síðan vetnis eða HNO3 sem er römsýra eða saltpéturssýra. Og við eigum að finna delta H með tilliti til silfurnítrats. Delta H með tilliti til AgNO3. Og það er gefið hérna í dæminu að svarið er að delta H er sama sem -68 kilojúl á mól. Þannig að það er ágætt að hafa það til hliðsjónar. Nú, það fyrsta sem við gerum er að finna delta T. Það er T2 mínus T1 sem eru 23,11 mínus 22,30 og þetta seti ég bara inn í reiknivél á gömlu vana. 23,11 mínus 22,3. Þetta er 0,81 gráða Celsius. Svo í öðru lagi þá finnum við Q fyrir lausnina og hérna erum við þá aftur með eðlisvarma sinnum massa sinnum delta T og við erum alveg svo áðan með 100 millilítra. Það gefur okkur 100 gram. Því við erum að gera ráð fyrir þessum eðlismassa vatns. Og við erum með að eðlisvarminn sé sama fyrir hreint vatn sem er 4,18. 100 gram sinnum delta T sem er 0,81 gráða Celsius. Það er 4,18 sinnum 100 sinnum 0,81 gefur 338,6 júl þegar þetta styttist út hvert á móti öðru. Og við getum breytt yfir í kílójúl og haldið okkur bara við rauninni höfum við 2 marktaka. Við skulum segja 0,339 kílójúl. Já, sama sem einmitt. Í þriðja lagi þá vorum við með að hvarfið til þess að lausnin geti hækkað, hitastig lausnarinnar, þá gefur hvarfið frá sér varma. Það er þá bara mínusgildið á nákvæmlega sama gildinu. Og svo í fjórða lagi þá eigum við að finna hvert er þá hvarfvermið með tilliti til silfurnítrats. Og hérna erum við með nákvæmlega eins og áðan. Við erum með 50 millilítra, við erum með 0,1 mólar og við erum með þessa jöfnu að mól er sama styrkur sinnum rúmmál. Það við getum sagt hér líka N er sama C sinnum VAF sem er þá sama sem 0,1 mól og lítra sinnum 0,050. Þess að deili bara í 1000 til þess að fá þetta í lítrum og það gefur okkur 0,05 mól. Delta H er sama sem hvarf, varminn sem að hvarfið gefur frá sér, deilt með mólin af silfurnítrati í þessu tilfelli, sem er mínus 0,339 kílójúl, deilt með 0,0500 mól. Þetta var 3 deilt með, og þetta er sem sagt, já það passar, mínus 6,
67,7 kílósúlamól sem þá sama sem mínus 68. Út af þessum hérna tveimur marktækustöfum. Svona eru þessi dæmi og það spurning hvort að ég verði bara með sérvídeó sem sagt í næstu viku þar sem ég tek þá dæmi sem að þá þessi öfuga leið farin og láta þetta vera gott fyrir þá allavega helgina og mánudaginn og síðan myndi ég geta tekið þá öfugu leiðina með eitthvað annað dæmi til þess að þið hafi séð það líka. Held að þetta samt ekki meira sem að við erum að fara í, en þetta bara spurning að þetta svo dæmi sem að þið þurfa að æfa ykkur að gera. Takk fyrir og góða helgi.